Brúðkaupið í Kana. Það stóð mikið til í borginni Kana. Rakel og Daniel voru að fara að gifta sig. Allt var tilbúið, Rakel var komin í fína brúðakjólinn sinn og Daniel var herralegur til fara í sparifötunum sínum. Borðin svignuð undan kræsingunum. Þarna voru litlar kökur og stóra kökur, súkkulaðibollur, rjómakökur og falleg kransakaka. Þarna voru líka dýrindis kjötkrásir með sósum og baunum, kartöflum og grænmeti. Með þessu drakk fólkið brúðkaupsvín. Gestirnir voru komnir og sestir að snæðingi. Mikið er þetta gott, sagði ein konan. Já, og þetta brúðkaupsvín er mjög gott, sagði einn maðurinn. Stöndum upp og skálum fyrir brúðhjónunum. Allir skáluðu fyrir brúðhjónunum sem urðu hálf feimin. Við þurfum meira vín, allt vínið er að klárast, sagði yfirþjónninn við einn þjónin. Hvernig getur staðið á því í svona fínu brúðkaupi að allt vínið klárist? Þetta er skömm og svívirða. María móðir Jesú heyrði þetta. Aumingja brúðhjónin. Það er skammalegt þegar ekki er til nóg af öll í brúðkaupi. Gestirnir verða alveg stór hneykslaðir. Best ég tali við Jesú. Ég veit hann getur gert ýmislegt sem aðrir geta ekki. María fór til sonar síns og sagði honum að allt víni væri búið. Geturðu gert eitthvað til að bjarga málunum, sagði hún við Jesú. Já, móðir góð, minn tími er ekki kominn. Ég er ekki farin að gera kraftaverk svo aðrir sjái. Svo brosti hann til mömmu sinnar og hún vissi að hann gæti ekki neitað henni eitt lítið kraftaverk. Þá sagði María við þjónana. Þið eigið að gera allt sem hann segir ykkur. Jesús bað þá að fylla 6 steinker af vatni. Hann blessaði vatnið. Svo sagði hann, takið eina ausu af vatni upp úr kerinu og gefið veislustjóranum að smakka. Þeir lítu því. Veislustjórinn saup á vatninu sem nú var orðið vín, en hann hafði ekki hugmynd að Jesús hafði gert kraftaverk. En þjónarnir vissu það og rák upp stór augu þegar veislustjórinn sagði við brúðgumann, allir bera fram góða víni fyrst og svo lélegra vín þegar að líður á veisluna, en þú hefur geymt góða víni þar til nú. Þetta var fyrsta kraftaverkið sem Jesús gerði og hann átti eftir að gera mörg fleiri.